I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. You are now rocking with will.i.am and Britney, bitch. Þetta svokallaða vinaverkefni fór af stað 2008 í Skagafirði og samstarfsverkefni leik-, grunn- og framhaldsskóla og foreldra. Þannig að við nýtum það að við erum lítið samfélag og getum unnið saman og þetta snýst kannski svolítið það að skapa vettvang fyrir börn til þess að vera saman hérna í Skagafirði og eins að skapa vettvang fyrir foreldra að hittast og ræða saman og svona þetta rauninni fyrst og fremst forvarnir sem ræðir en sem við reynum að vinna með á margvíslegan hátt. En þið eru líka að taka íþróttafélögin inn í þetta, eða? Já, við tökum íþróttafélögin. Við reynum að bera allstæðan yfir bara fæti þar sem að ræðir börn og unglinga. Þannig að við getum átt samstarf við hvern þann sem að vinna með börn, hvort sem það eru skátarnir eða kirkjan eða íþróttahreyfingin, það bara við tökum alla með og það það sem að við teljum að sé hagur okkar, að við getum öll verið saman í þessu og þetta konsept með að það þarf heilt þorp til að alveg barn. Þannig að við svona svolítið horfum í þá hugmyndafræði. En hvernig hefur það gengið í raun og veru að fá þetta til að virka? Ég myndi segja að það hafi gengið vel, en við erum auðvitað alltaf að reyna að finna nýjar leiðir og koma fleiri og fleiri hugmyndir. Við höfum bæði, þegar verkefni fór af stað, þá héldum við stóran fund með öllum þessum aðilum sem ég nefndi áðan úr samfélaginu og vörpuðum fram þessari spurningu: hvernig getum við hér í þessu samfélagi hjálpast að við að búa þannig að börn hér upplifi ekki vinalausa æsku og fengum fullt af hugmyndum, þannig að frá bæði íþróttahreyfingunni, foreldrum og öllum þeim sem að koma að þessari vinnu og höfum verið að nýta þær hugmyndir heilmikið. Síðan í fyrra vetur þá héldum við sambærilegan dag með nemendum og vörpuðum fram sömu spurningu og fengum líka fullt af hugmyndum, bara öðruvísi hugmyndum sem að koma þá frá krökkunum sjálfum. Og meðal annars kom fram þessi hugmyndum að halda einn stóran vinadag hérna í Skagafirði og það til dæmis það sem við erum að fara að gera núna. Að við söfnum saman öllum krökkum á skólaaldri í Skagafirði pluss 5 ára börnum skólahópum. Þau koma líka og svo fjölbrautaskólanemar svona aðeins á seinna stigi inn í daginn en þar eigum við saman svona bara dag þar sem við gerum eitthvað gaman saman og skemmtum okkur svolítið og krakkarnir fá tækifæri til þess að hittast í árgöngum, þannig að það er svona ein hugmyndin. En hvaða þarf að hafa þau, annars vegar börnin og hins vegar kannski foreldrar, ef að þau upplifa sig vinalaus? Þá, af því eins og ég segi, þetta er alltaf samstarf, en til dæmis, eins og ég nefndi áðan, þá er þetta fyrst og fremst forvarnir þar sem við reynum að fyrirbyggja, en ef við erum til þess að tala barn sem er vinalaust, þá getur að leita inn í þetta vinaverkefni og það er starfandi vinateymi sem hittist reglulega og ef að barni er vísað inn í vinateymi þá er auðvitað farið yfir það hvað hefur verið gert og svo framvegis og þetta er náttúrulega yfirleitt alltaf samstarf þá við skólan fyrst og fremst og svo eins allar þær tómstyrnir sem barnið er í og þá er rauninni gerð aðgerðaráætlun og svo unnið í samvinnu við foreldra og það er auðvitað bara mismunandi eftir mismunandi eftir hvað leiðir eru farnar. Það getur bæði verið fræðsla inn í skólan, viðtöl við foreldrana, í rauninni hvað sem er sko. Það þekkja það þeir sem hafa verið að vinna með börnum að vinalaust barn er mjög einmana. Já. Og það er það er í rauninni ástæðan fyrir því að þetta verkefni fer af stað. Í rauninni þessi upplifun að í rauninni sá við við erum auðvitað eins og alls þar annars þar með börn sem eru vinalaus og það að standa sem foreldri og að gera eitthvað í málunum er bara hunderfitt. Þannig að við vildum bregðast við því og aðstoða og það sem við höfum það að vera ekki stærra samfélag en við erum, þá getum við átt þetta samstarf og getum hjálpast að búa betur heldur en kannski í stærri samfélagum. Er það að þróa þetta eitthvað lengra? Það er vinadagurinn og... Eitt af þeim verkefnum sem við höfum stuðlað að, það er svokallað vinaliðaverkefni sem er norskt verkefni að uppruna
Og við erum búin að keyra það hérna í 1 ár hérna í Skagafirði þessum 3 grunnskólum, Varamarhlíð og svo austan Vatna og hérna í Árskóla. Og svo erum við að breiða það bara út á landsvísu, þannig að það er búið að vera prufukeyra það eins og ég segi þetta síðasta skólaár. Geturðu rétt komið mér inn í hvað það er, vinalega verkefni? Vinalega verkefni er ótrúlega flott og skemmtilegt verkefni og gengur fyrst og fremst út á það að auka gleði í frímínútum. Það fer í rauninni mest fram í frímínútum. Það eru valdir vinaliðar í skólunum sem að setja upp og stýra leikjum úti og þeirra hlutverk er svolítið að bjóða krökkum að vera með og hvetja alla til þess að taka þátt og þannig að skapa aðstæður að það sé eitthvað við að vera. Það þurfi enginn að vera einn og hafa engan til að leika við. Þetta sé svolítið svona efla samskipti og samkennd og svona og auka valmöguleika fyrir börn í skólum.